Við glemdum nú að starta hérna aftur, við erum búin að einhverju kjaftagangi hérna. Komin í að pæla svona hvað svona í gangi og þá þetta sem kom út núna fyrir þessu 2021, það sem bara sent út bara á alls konar foreldra og promóta á Twitter og eitthvað svona og þú getur bara að sé hvað svona trendin og það eru sko libraries, front-end framework, þá hérna sko Svelte komin sem mjög svona, fólk mjög ánægt að vinna í því. React svona trenda eitthvað hérna niður á við. En svo sko usage, þá React bara alveg 80% af þessum svöruðu í þessu og næst hérna eitthvað í kringum 50%. Þannig að React rosalega mikið notað. Þannig að það oft sagt svona þegar maður að velja og gera eitthvað svona í hugbúnar, að velja svona eitthvað safe bet, það hefur enginn verið rekinn fyrir að velja React. Þú getur alveg verið rekinn fyrir að velja, Svelte. Ef eitthvað gengur illa þá mjög auðvelt að kenna hérna, þú valdir bara einhverja fringe tækni og bara eitthvað út með þig. Þannig að Svelte mjög svona að koma inn og það sést líka á því bara, hvað hefur fólk áhuga á. Það hérna, þetta það sem að fólk mjög áhugavert Ég nefndi þetta aðeins, þetta hérna Richard Harris sem var hjá New York Times. Hann núna í raun Vercel réðan, Vercel hýsingafyrirtæki sem að sér Next.js, réð hann og að leyfa honum að eyða 100% sínum tíma í bara að sjá open source projektið sem Svelte. Þannig að líka Vercel að reyna að fá svona goodwill hjá communityinu og segja bara eitthvað, hey, geggjað að koma og hérna hýsa hjá okkur, við erum alveg með allt. Og svo backend, þá Svelte Kit, Remix, alls konar hérna. Þetta svona meira eins og Next flokka hérna sem backend framework. En það ekki einu svona inn á þessu hérna eitthvað eins og REST eða Go eða eitthvað í þessu. Og hérna Hvað? Það kom út bara, það var byrjað á því fyrir 2-3 árum en það sem var svona skrítið við var að þú þurftir að borga til þess að fá aðgang að libraryinu. Það var held ég svona fyrsta var hérna, þetta fyrir fólk sem alvara það að gera eitthvað gott hérna. Það að borga ákveðið mikið til þess að fá aðgang að þessu. Þess að komist að það var ekki að virka að við ætla að fá eitthvað adaption. Þannig að þið gáfu það út 1.0 ókeypis í nóvember. Þannig að það bara svona rétt svo skrifin. Já, það mjög. En hérna usage, React Native, Cordova, ég veit ekki alveg hvernig að flagga þetta, okkur Flutter ekki. En já, þetta svona áhugaverðir hlutir hérna. Ég er að reyna að sjá hvort það sé eitthvað hérna hvað nei, það ekkert hvað hérna með Rust eða þetta sko. Hérna það bara allir að nota TypeScript. Annaðhvort í browser eða Node.js. Það allir að nota ESLint og Prettier, einhver með Babel. Þetta gefur manni svona smá, ég á réttu róli? Ég að fylgja trendunum í þessum business? En samanskapi þetta líka svolítið, býr þetta kannski til svolítið monokultúr. Það allir bara svolítið þarna í, það allir bara að nota React, allir bara að nota þetta. Já. Herðu, hvað segið þið? Ég var að skoða aðeins Next betur. Sko, við erum ennþá bara með þessa síðu sem við vorum með og ef við kannski hugsaum þetta aðeins sem við vorum að gera í þessum tíma, hvað ef ég myndi vilja búa til aðra núna síðu. Þá í raun þetta file system routing sem Next notar þannig að það fer bara undir pages og leitar að slóðinni sem ég skrifið þannig. Þannig að við skrifum about.tsx og ég exporta einhverju hérna sem segir bara
hello world. Kannski líka bara svona og importum þessu og svo þurfum við að exporta þessu svona. Þannig að við það export einhverju default, kemur eitthvað default export, þá það í raun það sem að síðan birtir. Þannig að við förum inn á, við sem vorum með þetta á localhost hérna einhvers staðar, þá erum við þetta hérna, svo fyrir inn á about, þá fæ ég upp þessa síðu. Og síðan utan allt þetta í raun með þetta galdra hérna sem heitir app.tsx. Þetta í raun skilar komponentunum sem að ég skilaði með þessu default exporti og ef að ég set hérna eitthvað lögum aðeins til þessu svona við set svona með segja þá þetta eitthvað sem sameiginlega þá utanum alla sem ég skila. Þannig get ég og þá þetta þessi pæling með layout komponent, það sem verður svona aðeins búin að undirstinga þetta í því sem við fórum yfir í Creator React App, að setja eitthvað svona komponent utanum sem að gæti þá tekið einhverja hluti sem við erum að viljum hafa sameiginlega með öllu. Og þá get ég samanskapi hérna sagt svona, ég get notað React fragment hérna, þegar ég ætla líka að segja hérna head. Þá importa ég því frá next. Þá get ég sagt title about us. Það sem gerist þá hérna erum við með þá create next app, svo fer ég á about. Þá hérna búið að breyta titlinum. Þá breytist hann bara út af því að ég kallaði í þennan head sem að skrifa þetta rétt upp. Síðan get ég verið með hérna link. Þá það link. Með svona. Hann með href, en ekki með tú eins og React Router. Þá get ég sagt hérna svona. Þá get ég farið heim. Nei, þetta bara skila mér link sem bara ahref svona og í raun bundin við einhver eventur hérna sem click eventur sem next sér og notar routerinn í next. Þannig að það sem ég fæ núna í raun að ég fer á milli og hérna þetta bara client side, skipta á milli ráta. Sem þýðir þá að við gætum farið hérna í þetta og við gætum gert eitthvað hérna sem að myndi gera með eitthvað svona page transition. Þannig að ég fer á milli ráta, þá get ég húkað mig inn í þarna til þess að gera eitthvað svona swipe eða eitthvað þarna milli. Þannig að þarna raun strax orðið svolítið auðveldara. Við þurfum ekki að sækja eitthvað sérstaklega router, hann bara innbyggður. Við þurfum ekki að hugsa hvernig við höfum að stilla upp. Þetta bara prescriptive, þú býr bara til síðan eftir þessari reglu og þá virka það, þá rátast þær. Síðan ef við erum með eitthvað eins og við vorum með eitthvað svona dynamisk, þá getum við verið með hérna name.tsx og þessi síða hér myndi þá leita að því sem ekki skilgreint í öðrum rátum og veita mér birta þessa síðu og param sem með name. Þannig að ef við gerum svona og þá þurfum við einhvern veginn að komast í innan param. Þá ef við skoðum bara documentationið, sjáum hvað það segja hérna hér í docs. Við förum í params og þá sjáum við að við erum með hérna eitthvað dynamic route og ánum við kannski skoðum þetta hérna eftir, þá skoðum við eftir og þá ég með hérna leið til þess að komast í þetta með því að segja bara
hookin use router og hann aftur skaffa next og ég get það sagt bara hérna const name er jafnt og router query punktur name og þá er ég svona og hérna þá kemur Óli hér og þú veist, ég get þá bara tekið þessari breytu og sett hana inn í einhvern veginn og þetta er þá bara eins og ég vil skilgreina þetta hérna og svo ef við skoðum alveg hræðilegt hérna og samskapið er alveg hræðilegt að nota þetta þannig að við notum Chrome til að skoða view source og röppum þessu hérna og þá er í raun verið að skilgreina hérna hello ASDF þá er hérna verið að nota HTML comment sem er einhver svona placeholder af því að þetta er í raun dynamisk breyta sem er komin inn en hérna erum við með aref, home, það er sectionið og það er hérna h1, hello, þannig að allt sem við skrifum hann inni það er bara birtast sjálfgefið í source-num þannig að það er ekki þannig að eins og í create next tab create react tab að við værum bara með tómt body með einu divi þar sem allt er sett inn client side þarna er actually verið að rendera þetta út og þá er þetta hydration hérna að við erum í raun með þetta, þessi gögn hérna við erum í raun með þetta query sem kom inn við erum með einhverju ákveðnum page og þá er það name þannig að þarna er í raun upplýsingarnar sem að clientinn þarf frá servernum til þess að geta síðan rétt hydratað appi svo við vitum í raun í hvaða stöðu við erum og geta þá haldið áfram hvort sem það er með routing eða hvað svo erum við með eitthvað auka hérna við erum með þetta react refresh út af því að við erum í development en í raun ef við buildum þetta þá strípast þetta frekar út og það er það bara npm run build og þá er hann keiri núna next build það byrjaði að athuga hérna typescripti hjá okkur hvort að við séum með allt í lagi öll types eru uppfyllt það er engar typingvillur síðan býr það í raun til bara allt appið okkar og þá sjáum við hérna við fáum name við fáum 404 og þá segir hann hérna lambda merkið því að þetta sé service set rendered at runtime en það sem er með OA er static og það er í raun automatically rendered as static HTML uses no initial props og þá sjáum við raun það sem var bildað út fyrir okkur það var í raun rótin okkar það var þetta name, dynamiska rátið 404 síða about sem við byggum til og svo lambda fallið okkar eða þess að serverless function okkar hérna og þá er undir þessu þá er í raun búið að bilda hérna og byrjum við hvað er þetta geimt nú ekki oft sem að maður fer svo sem að er að skoða þetta allavega ef við keyrum núna npm run start að þá slökkum á þessum gaur að þá er ég núna að keyra production serverinn locally hjá mér og ef við opna hann hérna þá er þetta ekki lengur með aftur fyrir Chrome line wrapping og þetta koncept sko og þá er þetta núna búið að keyra þetta og hérna er búið að bæta við einhverju svo það er búið að taka þetta Vercel logo við vorum reynda með við skoðum ekki á hann við skoðum hérna skorstrygg róli og þá sjáum við að við fáum miklu nettara svar hérna tilbaka og það sem að next er að gera líka fyrir okkur er í raun að skipta upp þessum JavaScript bundlum þannig að við erum í raun með einhvern webpack-gaur hérna sem er í raun webpack sem séum að builda og orchestrata á milli runtimesins fyrir React og appsins okkar síðan erum við með bundle fyrir eitthvað fyrir next og svo erum við með bundle fyrir síðuna okkar sjálfa sem er í raun hérna er hello og hérna einhvers þar er hitt sem við vonum að skrifa út
og þetta þýðir í raun að þó ég fari inn á þá einhverja undirsíðu þá þarf ég ekki að sækja allar hinar undirsíðurnar, þannig að við erum með svona code splitting sem við fáum frá Next, sem þýðir þá að það er minna sem þarf að sækja. Það er líka eitthvað sem að bildið okkar segir hérna, þú veist, þetta er allt, lítur allt vel út hérna. Þetta eru first load af JavaScripti, þá þarf ég að fara, ef ég fyrir þessa síðu, þá sæki ég 80 KB af JavaScripti og 6 KB af, þú veist, síðunni sjálfri. Og þetta svona reynir, þetta verður rautt þegar maður er komin eitthvað ákveðið mikið og fyrir eitthvað að segja svona, reyndu nú að minnka þetta, kæri vinur. Þá er þetta hérna eitthvað sem allir sækja, þetta er JavaScriptið og CSS sem er sért af öllum, en síðan fyrir hverja síðu er það bara dýnamískt hvað sú síða þarf. Og aftur, þetta bara virkar out of the box og við þurfum ekkert að spá í þessu og þess vegna fáum við bara frekar gott performance með þessu, að sjá. Þannig að hér inni gildir síðan bara allt það sem við vorum að ræða höfum rætt með React. Ég get importað einhverjum komponentum, ég get kallaði komponentin hér og það er bara alveg sömu reglurnar. En ef við viljum gera eitthvað dýnamískt, ef við viljum gera eitthvað áður en að í raun þetta gerist, þannig að við viljum til dæmis ekki að þetta skrifist bara út hér, heldur viljum við í raun gera eitthvað á servernum, við viljum gera eitthvað server-side renderað eins og sækja þennan viðburð í eitthvað API eða eitthvað svoleiðis. Þá höfum við leiðir til þess og leiðirna til þess eru þetta er allt sami hérna er það að þá eru svo tvær leiðir til þess að gera þetta. Það er að nota get initial props er gamalt, það var upprunalega server-side renderaða fallið. Þetta er svona deprecated. Þannig að við höfum get static props eða get server-side props. Static props er þá eitthvað sem er renderað út statically og server-side props er eitthvað þá sem keyrist út dynamískt fyrir hverja einustu requestu. Þannig að þá getum við getum kallað alltaf í vef-þjónustuna þegar þetta kemur eitthvað requesta inn, en á þann kostnaðurinn að það hægir á requestunni þegar það þarf að keyra eitthvað server-side áður en að skila út. En þá lendum við heldur ekki í því að eitthvað sé out of date, þú veist. Við erum alltaf að gera þessa requestu, við getum kassað eitthvað, við getum nota Redis eða eitthvað til þess að kassa, en við getum alltaf verið vissum að við erum að keyra það sem við ætluðum að keyra til þess að athuga, er komin ný frétt, er komin ný síða, er eitthvað. Og það sem að við þurfum til að gera það er í raun bara að exporta öðru falli í þessu hérna hjá okkur og við þurfum svo að fá typing á þetta, sjá þessi. Þannig að þá fáum við inn eitthvað kontekst hérna og þetta kontekst inniheldur til dæmis params sem er þá í raun hvað var ég að biðja um. Þetta heitir annað en query hérna, sem verður svona smá að því að við erum actually með query hér sem er fyrir query string breytur og svo erum við með til dæmis ef við optum inn í það að nota localization, þannig að við erum með vef sem er á íslensku og ensku, þá myndum við líka sjá þarna, er þetta request sem er að koma inn á íslenska vefinn eða enska vefinn. Svo er líka stuðningur fyrir svona preview og við getum farið bara alveg niður í það að fá bara request og response hlutin, þannig að við getum bara trýta þetta eins og við varum að vera með Express, þannig að við viljum yfirleitt halda svo aðeins meira high level. Þannig að ég get tekið inn name hérna sjá og þá þurfum við að athuga hvort að hann sé til staðar, annars er það bara óskilgreint og hérna get ég gert eitthvað. Hérna get ég í raun, þetta er async fall, þannig ég gæti hérna bara const response await fetch einhver slóð, einhver options og sótt eitthvað úr vefþjónustu. Svo fæ ég tilbaka eitthvað response og ég sendi það til áfram inn í síðuna. Þannig að þá fær þessi síða hérna, hún fær eitthvað props
og þá getum við sagt þetta sem sagt hérna name og ég ætla að fjarlægja þetta og tökum þetta burtu í bili og þetta þá fer til page component as props. Þannig núna ef við vistum þetta og við erum hérna þá fæ ég sömu virkni nema nú ég að senda þetta í gegnum serverinn í hérna í page componentin hérna. Þannig við getum sagt name og vera name pluss eitthvað svona þá sjáum við að þetta þarna gæti ég tekið þetta sem eitthvað input og senda í einhverja vefþjónustu til þess að hérna, eitthvað til með þessu ID, eitthvað til eitthvað svona og ef ég myndi þá komast að nei, það ekkert til þá get ég beilað hérna og þá get ég sagt bara not found svona og ef ég gerir þetta þá fæ ég bara 4 sig þannig að hann getur beilað og sagt þetta ekki til þannig að þetta í raun að svara mörgum sömu leyfa okkur að gera sömu hlutinu og við gera í Express þannig að þetta orðið einhvern veginn svona þetta svona meira polished þetta meira svona meira nice og þetta svona eins og svona svolítið buzzword sem þetta svona með hærra developer experience eða DX og hérna gæti ég þá bara útfært eitthvað sem að framkvæmir kalla eitthvað og bara geri það sem ég vil gera og þannig gæti í einhverjum verkefnum gæti þetta komið í staðinn fyrir að vera með einhvern hérna API server þannig gæti við bara verið að leysa þetta verkefni sem að API server gæti gert þó svo að við höfum skoðað og búið til API servera þá skulum ekki að horfa á það sem svona go to lausnina þið getið oft byrja bara mjög einfaldar og stækka eins og þið þurfið hin leiðin sem við getum gert notar ekki user effect til þess að jú, ef við myndum vilja gera þetta client side af því að user effect mjög góður punktur keyrir bara client side þannig að ef ég með eitthvað hérna sem eitthvað user effect þá serverinn minn sem að keyrir hérna hann aldrei að fara að keyra þann kóða þannig að eins og við sjáum hérna við erum með þetta ég ætla bara að gera loka Chrome þegar ég alltaf að skipta nei, ég þetta mjög ofta kaffi hérna það sem við sjáum hérna ASDF já ok, við varum búin að taka það út sjá já, ég var náttúrulega að skilja 4 hérna alltaf tökum þetta út svona hérna svona þá erum við með þetta hérna en núna ef ég vildi til dæmis hafa gert þetta en svo vildi ég líka keyra núna hei, hefur eitthvað uppfært eða alltaf þú að skráði við eitthvað ég vil gera það á client side þá keyrum við það annarkvort í event handler eða í user effect þá það aldrei server side renderað þannig að server side renderin alltaf bara að gefa okkur einhverja grunnstöðu sem við síðan byggjum upp á með client side renderingunni og þá kemur þetta hydrationin sem við fáum bara þessa grunnstöðu við erum fáum betra performance því að það allt HTML þarna, allt CSS þarna við fáum þetta code splitta, það minna jáskvæmt sem við þurfum að parsa og keyra við fáum SEO það allar SEO upplýsingar sem við viljum setja inn frá setja hérna eitthvað fyrir Facebook eða Twitter eða eitthvað það getur allt server side renderast út en síðan get ég tekið við og gert bara alls konar græja alls konar client side og þetta bara lifir hérna í sama hlutnum þegar við keyrum í raun þennan hérna gaur og við getum sagt eitthvað hérna use effect og þá bara keyra einu sinni og við getum raun að segja set name við getum að kalla þetta hérna bara eitthvað initial name þetta þá initial name já, vantar skilgreina hérna
props á þetta og svona. Nú lendum við hérna, við þurfum að tengja þetta saman. Þetta er svona TypeScript gleði hérna. Leyfum þessu bara að liggja svona. Þá ætla ég að segja þess að ég fæ eitthvað initial name og það er bara, sendum það hérðan. Síðan ætla ég á client-setnum ætla ég að set name plus nokkur upprúnummerki. Hvað varstu kallið núna? String set name. Hvað er ég að gera vitlaust? Þú setur set name fram og niður, það er málið. Það að gera use state string. Nei, hún á að införa það sko. Ok, sjáum hvað brotnar hérna hjá okkur. Þannig að Það er rétt svo upp að skrifa að setja það fram en hann stóð að þessi usename væri strengur. já, ég er að rugla þessu saman hérna. Já. Hvaða. Þannig að núna, þú veist, nú sjáum við það er blikkarna, þar sem hún initial renderið er ASDF en síðan client side grípur hún þetta og bætir við upprópunarmerkjunum. Þannig að þá er hérna þá er ennþá bara ASDF og það er engin upprópunarmerki hérna og því það er initial state sem ég fæ server-side renderið. Síðan get ég byggt þetta inn og þarna liggur svona kosturinn við að nota eitthvað sem next er að ég get bara, þetta lítur bara út nákvæmlega eins fyrir mér. Ég bara skrifa þetta eins og ég þarf ekki að pæla í þetta hérna keyrir bara clientnum, hitt keyrir bara servernum. Þetta er að keyra út öll þessi hérna gögn nema serverinn bara rendera þetta ekki út af að use effect keyrir bara clientnum. Það er náttúrulega með þennan smá stund þar sem bit is state svona updatast. Já. Og það getur verið svona, þetta er ekki gott pattern sko, að taka eitthvað svona og vera að breyta því svona en þarna kemur inn síðan að vera með loading state, pæli þeim, hvað gerist á meðan eitthvað, ég er að bæta við einhverjum upplýsingum. Hverju get ég sótt, ég myndi alltaf vilja sækja initial state mitt sé eins nálægt því sem að ég vill og ég á að vera birtast á skjánum og ég get. Og ekki finna að vera eitthvað interaction, ég íta okkur takka og þá lóta inn einhverju meiru eða gera eitthvað, þá tekur þetta inn og þá verður þetta ekki svona jarring upplifun. En þetta samt þetta, ég fæ server-side rendering og client-side virkni saman. Þannig að þetta er svona svolítið sem við vorum að gera í hérna lokin í Web41 þar sem við vorum að vinna með eitthvað þar sem við vorum að búa til einhver forrit þar sem við vorum að gera rosa mikið og græja eitthvað með DOM aðferðum. React kemur inn, fjarlægir það, gerir betra API, gerir þetta rendering model. Svo fórum við server-side rendering og svo núna er þetta svona allt saman. Allir, það spilir þetta öllu best of all worlds. Eru fleiri svona húk en user facts sem bara Sko, use state, þannig séð bara initial state sem þú setur, þannig að þú vilt, ef ég gerir svona, þá er ég að fara að búa til endalaust á renderlúpu af því að ég er alltaf, ég breyti stateinu sem lætur að re-rendera, sem að breyti stateinu sem að þannig að maður er yfirleitt ekki að gera svona, þannig að use state er yfirleitt í einhverju, en þessar leiðir til þess að komast inn í client-side hæðina er að nota use effect eða nota event handler. Þannig að ég er með on-click, þá breyti ég renderinu. Þá er serverinn aldrei að klikka á eitthvað hjá okkur. Já, þannig að þetta er ekki fínt að taka smá pásu. Byrja aftur eftir 10 mínútur. Nú ætla ég aðeins að standa upp.